Þá komið að síðasta fyrirlestri dagsins og það Rún Kristjánsdóttir, lögfræðingur á réttindasviði velferðarráðuneytisins sem ættir að tala réttindagæslu fyrir fatlað fólk og persónulega talsmenn. Gjörðu svo vel. Já, takk fyrir. Já, sæl. Þakka kærlega þessa kynningu. Ég heiti Rún Kristjánsdóttir og ég á skrifstofu réttindaverndar í velferðarráðuneytinu. Og það sem ég ætla að fjalla núna eru sem sagt, það voru þessi 9 lögin réttindagæslu fyrir fatlað fólk og þá sérstaklega persónulegu talsmennina sem komu nýir inn í lögin með þeim. Þessi lög voru samþykkt núna á Alþingi í júní í fyrra og í hópnum sem samdi frumvarpið þá við höfum mjög gott samstarf. Það voru þarna fulltrúar hagsmunasamtakana, það voru Þroskahjálp og Öryrkjabandalagið, Samband íslenskra sveitarfélaga og fulltrúar frá Reykjavíkurborg. Og frumvarpið sem sagt grunninu til komið frá starfshópi sem fjallaði réttindagæslu fyrir fatlað fólk fyrir nokkrum mánuðum síðan, þar sem voru einmitt líka mjög fjölbreyttur hópur fólks, þannig að þetta hefur komið sjónum frá öllum áttum. Í lögunum að finna að kerfið þríþætt sem lagt til þar, eða sem í lögunum núna. Það í fyrsta lagi að þá kveðið á að það sé réttindavakt innan ráðuneytisins sem hefur aldrei verið áður og henni ætlað að halda utan almennt réttindamál fatlaðs fólks og hafa eftirlit. Síðan erum við með svæðisbundna réttindagæslumenn sem eru 8 talsins og það eru nokkrir þeirra hérna í dag og ég vona allavega að mörg ykkar hafi allavega hitt réttindagæslumann á ykkar svæði, ef ekki þá hafa hirt allavega á honum og upplýsingar þá hægt að finna inn á heimasíðu ráðuneytisins. Síðan í þriðja lagi þessi ákvæðum persónulega talsmenn sem að finna í 4. kafla laganna, þessum greinum, og ég ætla að fara alveg sérstaklega í þann kafla, ég ætla ekki að fara neitt sérstaklega í hitt. Fyrst ætla ég aðeins að segja kannski frá fyrir hverja eru þessi lög. Þessi lög það var ástæða fyrir því að við settum þessi ákvæði ekki inn í kaflan ekki inn í lögumál með fatlaðs fólks, af því að það eru lögin sem kveða á þjónustuna og við vildum halda því algjörlega aðskildu, af því þessi réttindagæsla á að vera alveg sér og parti. Þau gilda fyrir fatlað fólk sem vegna fötlunar sinnar þarf stuðning við að taka upplýstar ákvarðanir og að halda utan réttindi sín. Þetta á ekki við allt fatlað fólk, af því að við vitum að þá þetta fullt af fötluðu fólki sem þarf ekki svona aðstoð. Þetta eru sérstök lög þetta og það sem líka að ákvæðin persónulega talsmenn eiga líka við fólk sem á við langvarandi sjúkdóma að stríða eða eiga af einhverjum ástæðum erfitt með að taka ákvarðanir eða bara erfitt með samskipti og annað eftir alvarleg slys. Og svo í lögunum segir að þá skuli taka mið af samningi Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks sem stendur til að fullgilda núna á næsta þingi. Þannig að ef einhverju hafa séð nýja tillögu framkvæmda áætlun í málum fatlaðs fólks að þá lagt þar til að það verði flutt frumvarp á Alþingi núna í haust sem fullgildi þennan samning. Og þegar samningur verður fullgiltur þá þarf samtímis að breyta öllum lögum sem að gilda til samræmis við samningin. Kannski bara almennt þetta fyrirkomulag persónulega talsmenn að það fyrst og fremst hugsa fyrir einstaklingar sem eru lögráð og eru ekki með lögráðamann eða fjárhaldsmann. En það hins vegar ekki skilir. Það ekkert til fyrirstöðu einstaklingur sem með lögráðamann geti líka fengið skipaðan persónulegan talsmann. Það geti valið sér persónulegan talsmann. Og þetta grundvallar á því að þetta einhver sem hinn fatlaði velur sér sjálfur. Þetta þarf að vera einstaklingur sem hann treystir og einstaklingur sem þekkir vel einstaklingin til þess að hann geti sinnt sínu hlutverki á fullnægjandi hátt. Eins og við vitum að þá hafa lögráðamenn oftar en ekki verið einstaklingar sem kannski þekki ekki alveg nægilega til, þannig að þetta atriði sem þarf að taka alvarlega. Og
það er eftir atvikum að þá réttindagæslumaður sem getur komið að þessu og réttindagæslumaður hann skrifar alltaf undir samkomulagið sem að persónulegur talsmaður og hinn fatlaði einstaklingur gera með sér. Það hins vegar sérreglur varðandi einstaklinga sem að ekki geta sjálfir kannski bent á einhvern einstakling og þá tekið á því að það hægt að velja að þá geti réttindagæslumaður í samráði við nánustu aðstandendur og þá geti þeir valið viðkomandi persónulegan talsmann. En þá þarf samt alltaf að horfa til að við þurfum samt að hafa það þarf að vera ljóst að það sé einstaklingur sem að viðkomandi treystir vel og ljóst að vitað að muni alltaf hafa hagsmuni viðkomandi fyrir augum. Og þegar að búið að velja persónulegan talsmann að þá gerir hinn fatlaði einstaklingur og talsmaðurinn með sér samkomulag og í þessu samkomulagi þá skal koma fram hvað viðkomandi á að annast fyrir hann. Það getur vel verið aðstæður fólks svo mismunandi, það getur vel verið að einn þurfi bara aðstoð við eitthvað algjörlega afmarkað, bara aðstoð við að tala við tryggingastofnun eða félagsþjónustuna eða eftir eitthvað. En það hins vegar bara getur verið svo mismunandi að fólk getur algjörlega bara ráðið sjálf hvað kemur þarna fram. Og það alltaf bara byggt á því að þessi talsmennska, hún byggir á því að hinn fatlaða alltaf að veita öðrum heimild til þess að fara með sín mál. Þetta alltaf byggt á hans eigin sjálfræði og hans eigin hæfi til að fara með sín málefni. En svo hefur hann auðvitað stuðning í réttindagæslumönnunum sem hefur eftirlit með störfum persónulegra talsmanna og hinn fatlaði getur hvenær sem afturkallað umboðið. Ef hann með einhverjum hætti finnst persónulegi talsmaðurinn ekki vera að sinna sínu hlutverkinu og vel að þá getur hann bara kallað aftur hvenær sem Aðeins persónulega talsmennina sjálfa að það gert að skilyrði að talsmaðurinn skal búa yfir þekkingu á þörfum og áhugamálum einstakling sem hann aðstoðar. Það algjört grundvallaratriði í þessu og réttindagæslumennirnir eiga að tryggja það að það enginn sem fær þetta raunverulega hlutverk nema að það sé alveg ljóst að þetta sé einstaklingur sem að viðkomandi treystir og þekkir til. Síðan gert ráð fyrir að það verði fræðslupakki eða eitthvað svona námskeið sem að persónulegi talsmenn koma til með að sækja. Það ekki gert ráð fyrir að það sé greitt fyrir þetta en persónulegur talsmaður getur fengið endurgreiddan kostnað ef að eitthvað fellur til vegna starfans. Og svo raunverulega kannski mikilvægast ákvæði varðandi þessa persónulega talsmann að allar ráðstafanir persónulegs talsmanns skuli gerðar í samráði við og með samþykki hins fatlaða einstaklings og bara með hagsmuni hans að leiðarljósi. Og það sem að kannski mestu skipti varðandi þetta að þetta ekki bara persónulegur talsmaður aðstoðar við ákvarðanir varðandi allt, hvort sem það val á búsetu eða atvinnu eða annars svoleiðis eftir ef viðkomandi þarf á því að halda og hann skal alltaf hafa líka áhugamálin. Það skiptir svo miklu máli að reyna að fylgjast með hver eru áhugamál viðkomandi einstaklings til þess að geta aðstoðan og setja fram valmöguleika sem eru þó raunhæfir fyrir viðkomandi. Og eins og ég kom inn á áðan að þá getur umboðið verið bara eins ströngt og víðtækt eins og hægt Það reyndar sér sjónarmið varðandi þá einstaklinga sem ekki geta veitt munnlegt eða skriflegt umboð. Að þá erum við með þessa 9. grein sem fyrst og fremst bara leiðbeiningar og svona ákveðin viðmið í hverju þessi aðstoð felst. En ef að viðkomandi getur ekki veitt umboð sitt með undirritun eða öðrum hætti að þá
hægt að veita svona takmarkað umboð sem myndi þá ná til allra þeirra þáttar sem að koma fram í 9. grein og ég fer aðeins yfir á eftir, að þá getur réttindagæslumaður kvittað upp á svoleiðis umboð, en það er þá alltaf takmarkaðara heldur en en hitt, af því að þessu segi, hin umboðin sem að geta verið bara til hvar sem er. Og í 9. grein eru þessi 4 þættir tilteknir. Og það er í fyrsta lagi aðstoð við að gæta réttar síns og aðstoð við persónuleg málefni. Það er aðgangur að upplýsingum fjármál einstaklingsins og aðstoð við ráðstöfun fjármuna vegna daglegra útgjalda. Og ég ætla að fara í hvert atriði fyrir sig. Þetta er ákvæðið eins og það er, að þetta er raunverulega kjarninn kannski í þessu persónulega talsmannakerfi. Það er það að persónulega talsmaðurinn, hann á að aðstoða hinn fatlaða við að taka ákvörðun. Hann á ekki að taka ákvörðuna fyrir viðkomandi, en hann á að aðstoða umhverfið við að setja fram valmöguleikana sem að viðkomandi þarf að taka ákvörðun á þann hátt að hann geti sjálfur tekið ákvörðun. Og það er svo skylda ef að viðkomandi hefur fengið skipaðan persónulegan talsmann að þá á hann að vera viðstaddur þegar að það á að kalla hann til, þegar á að taka ákvarðanir til breytingu og þjónustu eða þegar þeir eru eitthvað stóra ákvarðanir sem að þarf að taka. Að það er ekki hægt að koma sér hjá því með því að bara láta viðkomandi skrifa undir eitthvað án þess að hún er svo raunverulega gefið kostur á að koma að sjónarmiðum sínum og andmælum sem að hann kannski getur ekki gert nema aðstoð talsmannsins. Og eftir atvikum túlka eða hvernig sem er, það er persónulegur talsmaður sem þá heldur utan að það sé að þetta sé sett fram og þann hátt að viðkomandi geti sjálfur tekið ákvörðun. Og samanskapi er ekki nóg að kalla bara til talsmannin, hann er ekki staðgengill hins fatlaða í þessum tilvikum. Þeir eiga að vera saman þannig að þeir séu báðir og geti báðir tekið ákvörðun. Auðvitað kannski gæti verið ef að viðkomandi kemst ekki, en ég meina meginreglan er svo að þeir eiga að vera báðir viðstaddir. Persónulegi talsmaðurinn, hann á að vera innan handar varðandi persónuleg málefni og við að taka upplýstar ákvarðanir, svo sem við meðferð heilbrigðis starfsmanna, val á búsetu, atvinnu, tómstundum og fleira. Þetta er gríðarlega mikilvægt, sérstaklega varðandi heilbrigðismálina, því að oft er það flókin texti sem að flest okkar skilja ekki þegar að læknar eru að tala, hvað eru að segja við okkur. Og þess vegna er alveg gríðarlega mikilvægt að einstaklingar fái aðstoð við að skilja hvað felst í til dæmis læknismeðferðum. Og þetta tryggir það líka að ákvarðanir sem eru teknar val á búsetu og atvinnu og tómstund og annað sé alltaf á forsendum viðkomandi, en ekki til dæmis bara þess sem er að aðstoða hann á þeim tíma, þannig að hann sé ekki að fara í bíó því að einhverjum finnst svo gaman að fara í bíó meðan hann vil frekar gera eitthvað annað. Og í þriðja lagi að þá er tryggt að persónulegur talsmaður hann hafi aðgang að þeim bókhaldi átlega með sambýlum og annað eða þar sem að viðkomandi býr ef hann er að borga í einhverja sameiginlega sjóði. Þannig að hann geti hjálpað hennum fatlað að hafa eftirlit með því í hvað peningar hann ætlar að fara. Og að sama skapi að þá er verið að tryggja með þessu að talsmaðurinn, hann á rétt til að sitja líka með hennum fatlað, allir með svo húsfundum og annað, til að hjálpa hún líka að taka ákvarðanir starfsemina og annað sem að kannski þurfa ekki að varða hann endilega þjónustuna eða annað, en bara þetta umhverfi sem að viðkomandi býr í, að það er verið að reyna að tryggja það að hann getur verið virkari á líka fleiri sviðum. Og svo í fjórða lagi að þá er persónulegum talsmanni heimilt og grundvelli svona samkomulags að sjá að borga ef viðkomandi er með debitkort eða eitthvað svoleiðis, að þá má hann nota það í þágu hins fatlaða, má hann borga fyrir hann og annað. Þetta hins vegar
kemur ekki í staðinn fyrir fjárræðið eða ef við komum með fjárhaldsmann. Þetta tekur ekki til fjárhaldsskuldbindinga, en hins vegar sem ég sagði hana, þá getur, ef viðkomandi getur veitt umboð, þá getur hann veitt víðtækar umboð. Hann getur alveg falið persónulega talsmanni að sjá að kaupa íbúð fyrir sig, skrifandi kaupsamning eða leigusamning eða eitthvað svoleiðis. En ef viðkomandi getur ekki gert það, þá er þetta sem sagt, þetta það sem það getur náð til. Og þessu ekki alltaf að koma í staðinn fyrir úrræði lögræðislaga, en ég get hins vegar alveg, þetta hins vegar eitthvað sem í skoðun, af því að þetta kemur beint inn á líka 12. greinina sem hefur verið til umræðu varðandi 12. grein samningsins, og þetta mun alveg ábyggilega breytast þegar við förum í að skoða fullgildinguna á þeim samningi. En ég ætla kannski ekki að hafa þetta neitt mikið lengra. Ég ætlaði nú aðalega bara að kannski bara auglýsa það að þetta úrræði sem mjög valið fyrir mjög marga, af því að og þetta líka kosturinn við þetta að viðkomandi hefur núna sem persónulegur talsmaður, þá hefur hann heimild, þá getur hann alltaf vísa til lagaheimildarinnar að hann hafi heimild til þess að annast þetta fyrir viðkomandi. Það þarf ekki annað en að vísa bara til í umboðinu til til 9. greinarinnar, og þá hefur viðkomandi lögformlegt umboð til þess að koma fram fyrir hönd hins fatlaða og með honum. Þannig að samstöru bankastofnanir og annars svoleiðis, ef hann með viðkomandi, ef hann þarf að koma fram í samskipti sínu við þjónustuveitendur og annað slíkt, að þá hefur hann umboð til þess með þessu. Þannig að þetta að ég held alveg gríðarlega mikilvægt framfaraskref fyrir fatlað fólk, og það verið að vinna reglugerð í ráðuneytinu þar sem verður nánar útfært þetta, og við munum það verður væntanlega auglýst bara þegar hún kemur. En þetta sem sagt þessi nýju lög, og ég vona bara sem flestir nýti sér þetta, og ef þið viljið sem sagt, ef þið hafið áhuga á þessu kerfi, þá að gera að snúa sér til réttindagæslumannana sem hérna nokkur. Þetta kannski að standa upp sem hérna, þeir eru svo mörg hérna, þannig að fólk geti séð ykkur. Já, við erum með helminginn. Þau eru 8 talsins, en við erum með 4 hérna. Þannig að að gera bara að snúa ykkur til næsta réttindagæslumanns á ykkar svæði og hafa samband og biðja svona samkomulag. Herru, ég ætla ekki að hafa þetta lengra, þannig að það var eitthvað spurningar.